Verið hjartanlega velkomin í Myndagátuhornið. Ég ætla aðeins að byrja hérna á því að Matthildur átti að giska. Hús. Já, þetta er hús. Það er svolítið ekki sko lausnin. Svo ætla ég að tekja hérna líka. Hvað er þetta? Hús. Já, þetta eru 2 hús. En það er ekki aðalatriðið, því að myndin er ekki búin sko. Hvað er þetta? Sko, húsin er svona múmínleg, þannig er þetta múmínpabbi. Nei. Sko, ég ætla bara að teikna hérna svolítið. Súkkulaði. Súkkulaði. Já. Þetta er þá bara svona eitthvað... Karmela. Karmela, já. Já, ok. Þetta eru kannski bingókúlur, eitthvað svona. Ok. Og nú er þetta bara tilbúið. Þú veist, Ok. hvað er þetta? Nammibúð. Nei, ekki nammibúð. Súkkulaðihús. Nei, ekki heldur. Hrekkjavaka. Gott gisk, en það er ekki það. Ok. Ertu ekki að sjá þetta? Nei. Millisúkkulaði. Sko, nú ertu aðeins að hitna, sko. Já, millisúkkulaði. Já. Alltaf kannski ekki til sem heitir millisúkkulaði, en þú ert samt svolítið Ok. heit, sko. Hvað hef ég gefst upp? Það gefast upp. Já, ég gefst upp. Ef ekki bara segja þetta gott í bili. Kæru fermingarbörn, í dag ætla ég að segja ykkur biblíusögu og það er nú þannig að við erum alltaf að senda ykkur biblíusögu svo þið verður orðin alveg einstaklega biblíufróð þegar við loksins fáum að hittast. En ég ætla að fá að segja ykkur sögu sem ég held alveg ótrúlega mikið upp á og er í Lúkasarguðspjalli. Og það er þannig í Lúkasarguðspjalli það eru margar kraftaverkasögur og lækningafrásagnir. Og það er talað Lúkas lækni sem hafi skrifað Guðspjalli sjálft. En hvað það? Þá er það þannig að Jesús hann var að fara og hitta fólk og hvar sem hann kom þá fylltist alltaf fólki. Og hann var, ég held ég hafi nú einhvern tímann sagt það við ykkur að hann var bara eins og poppstjarna. Hann var bara aðal maðurinn þegar hann mætti á svæðið. Vegna þess að hann var alltaf að segja nýja hluti. Og ekki bara nýja hluti, heldur bara hluti sem bara kollvarpaði alveg lífskoðunu fólks, alveg bara nýtt, eins og bara þegar hann sagði elskið óvinni þær, biðjið fyrir þeim sem eru ofsækjiður eða vilji ykkur illt og hann var, sko, Jesús var kærleikur og þess vegna laðaðist fólkið að hann. Og þessi saga er konu sem hafði verið veik í 12 ár, hún hafði verið með blóðurlát eða blæðingar í 12 ár, ofboðslega erfitt og það var þannig fyrir 2000 árum, ef einhver var veikur þá hélt fólki því fram að hann væri veikur af því að hann hefði gert eða hún eitthvað sérstaklega mikið af sér og þess vegna þetta fólk bara fyrirlitið og það var bara utangarðs í þjóðfélaginu þegar það var veikt, stað fyrir allir væru góðir við það þegar það var veikt, þá voru allir vondir við það af því að þetta átti að vera vegna þess að þau hefðu klúðrað einhver eða gert eitthvað rangt. Þannig að konan hefði verið veik í 12 ár og rauninni bara allir sko bara einhvern veginn litið hann á hornu og ekkert vilja með hann að hafa. Svo fréttir hún að Jesús er kominn og það er svo dásamlegt í biblíunni, það er svo dásamlegt að Jesús er náttúrulega jafnréttssinni, hann mætir konum og körlum jafnt, hann mætir börnunum, hann mætir öllum með sama kærleikann. Og hún hafði tilfinningu fyrir því þessi kona og hún ákveður að komast inn í mannfjöldan og hún hugsaði með þessi ef ég get bara snert klæðans þá mun ég læknast. Og hún treðst áfram og hún kemur að Jesú, hún kemur við klæðans og hún bara finnur það þegar hún snertir hann að hún læknast. En á sama tíma finnur Jesús að það fer út af honum orka og hann stoppar og segir hérna við lærisveinana sína, býtu, hver snerti mig? Ég fann að það fór orka út frá mér. Og Pétur lærisveinn og þeir sögðu, heyrðu Jesús, það er allir að ryðjast hérna maður, það er allir að reka sig utan í því, hvað er málið? Hvað er málið? Og Jesús sagði, nei, ég bara finn það að það er einhver sem hefur snert mig og ég finn orkan hefur farið frá mér, kraftur hefur farið frá mér. Og þá verður konan alveg ofboðslega hrædd. Líka vegna þess að hún var búin að mæta svo mörgu vondu að þegar Jesús stoppar þá hugsaði með mig, nú ætlar hann að skamma mig, nú ætlar hann að segja að þetta hef ég ekki mátt gera. Og hún kemur,
Þetta var bara sko falleg sál og hún kemur og segir það var ég Jesús, það var ég. Og þá gerist að Jesús segir við hana, dóttir, trú þín hefur læknað þig. Og það er það sem er svo stórkostlegt við þessa sögu. Jesús, náttúrulega svona vinsæll og flottur og allt, hann hefði getið sagt, ég læknaði þig, ég er aðal maðurinn, komið til mín, ég er bara maðurinn sem læknaði, Hann segir, dóttir, trú þín hefur læknað þig. Og hvað var Jesús að gera? Hann var að færa henni tilbaka aftur völd yfir lífi sínu. Vegna þess að það voru svo margir búin að tala þessa konu niður í 12 ár og sjálfsmyndin hennar, myndin af henni sjálfri, hún var hann svo veik að Jesús vissi það var ekki nóg að hún hætti með blóðlátin. Það þurfti líka einhvern veginn að reisa sjálfsmyndin og persónu upp fyrir framan allt fólkið. Gjörðu svo vel, sagði hann, þú berst fyrir lífið þínu, þú stendur á þínu, þú getur það sem þú vilt. Hér eru völdin þín, hér er sjálfsmyndin þín. Og það er eitthvað það sem þess vegna held ég svo ótrúlega mikið upp á þessa sögu. En hlakka til að sjá ykkur krakkar, vonandi styttist í það. Bless, bless. Já, komið sæl. Í dag ætla ég að segja ykkur söguna af Bartimeusi blinda. En þannig var það að Jesú kom einu sinni til borgar sem hét Jeríkó. Hann var þarna með lærisveinum sínum og gekk í gegnum borgina. En í borginni átti heima maður sem hét Bartimeus. Bartimeus þessi var blindur og kallaður Bartimeus blindi. Og hann mátti raun ekkert gera neitt annað en að betla. Hann sem sagt betlaði bara fyrir peninga og mat og það var það eina sem hann mátti gera. Hann nefnilega naut ekkert mikillar virðingar í samfélaginu vegna þess að fólk trúði því að fólk sem glímdi við einhverjar fatlanir eða sjúkdóma eða fólk sem varð veikt að það ætti það einfaldlega bara skilið. Þetta væri bara refsing frá Guði. Þannig að fólk sagði bara nei, þú mátt ekkert vinna fyrir, þú verður bara að gjöra svo vel að betla. Þannig að það var hlutskipti Bartimeusar, en þegar Bartimeus frétti af því að Jesú væri í Jeríkó og heyrði hann ganga framhjá, að þá ákvað hann að standa upp og hann byrjaði að kalla á Jesú. Og fólk í kring það varð svona, svolítið svona vandræðalegt og vildi helst bara þagga niður í Bartimeusi, sagði bara, heyrðu, þú átt ekkert að sjást hérna og bara, sagði bara Bartimeus að þegja. En Bartimeus hann lét ekki bjóða sér það mikið lengur, hann ákvað að kalla bara ennþá herra, þangað til að Jesú heyrði loksins í honum og Jesú lét færa Bartimeus til sín. Og þegar Bartimeus var kominn fyrir framan Jesú, að þá spyr Jesú Bartimeus, hvað get ég gert fyrir þig? Hann spurði hann ekki, takið eftir því, hann spurði hann ekki, ég sé að þú ert blindur, vilt ekki fá sjónin aftur? Nei, hann leyfði Bartimeus að tala og segja sjálfur hvað það var sem hann vildi. Leyfði honum að taka sína ákvörðun fyrir sitt líf. Vegna þess að það er enn þann dag í dag þannig að í heiminum er mikið af fötluðu fólki og meðal annars á Íslandi og það verður stundum svolítið sárt yfir því að það eru aðrir sem ætla að taka ákvörðun fyrir þau. En þau vilja bara fá svolítið að stjórna sínu lífi. Þarna einmitt sýnir að hvernig Jesú var, að hann spyr Bartimeus hvað er það sem að þú vilt og Bartimeus svarar, ég vil fá sjónina aftur. Og hann bað sjónina og Jesú varð við þeirri bón og hann segir við hann, Bartimeus, trú þín hefur bjargað þér og það er ástæðan fyrir því að þú færð sjónin aftur. Hann sagði ekki, vegna þess að ég er svo kröftugur og frábær og æðislegur að þá ætla ég að bara gefa þér sjónina, heldur sagði hann við Bartimeus, það er þér að þakka að þú færð sýnina á ný, að þú átt fallega trú og það er vegna þess að þú trúir að þú færð sjónina aftur. Þannig að þetta var mjög bara góður endir og
þetta er sagan af því hvernig trú Bartimeusar hjálpaði honum sjálfum að fá sjónina aftur. Takk fyrir.